Já, við ætlum að halda áfram að fjalla skólamál. Í gær kom Þórdís Jóna Sigurðardóttir hjá miðstöð menntunar og skólaþjónustu og ég stilti henni svolítið upp í vegg. Ég eiginlega dró fram allt það neikvæðasta sem ég hef heyrt íslenskt skólastarf síðustu áratugi. Hún fór ekki mikla vörn, hún eiginlega bara tók undir mest allt sem að ég dundraði framan í hana. Eitt af því sem við ræddum voru eineltismál og hún sagði þá lausn algjörlega óboðlega að foreldrar barna sem lögður í einelti þurfa að hrökklast milli skóla af því að vandi barnsins sé ekki leystur innan skólans. Kennarar veit ég hafa sumir hverjir fylgst með þessu viðtali sem og öðrum álitaefnum sem voru nefnd í þættinum og ég fengi hérna góðan gest í þeirra hópi til þess að bregða svona við suma því sem kom fram í gær. Ragnar Þór Pétursson kennari, velkomin til okkar. Þakka þér fyrir. Það svo sem ekkert langt síðan þú varst hér við þetta rauða borða að ræða menntamál og mér fannst þú gera það vel. En ef við bara byrjum á þessum punkti sem ég nefndi þarna með eineltið. Hún vildi meina að það væri verið að svona, hvað maður að segja, auka bjargir skólana til þess að taka á eineltismálum sem skildi, að mér skildist einhverju leyti í tengslum við þá stofnun sem hún stýrir og hefur tekið við af menntavísindastofnun. Er það líka þín upplifun? Já, sko, eineltismál eru það eru mjög kvik mál sem aukast og þetta rís og hnígur svona eftir hjartslættinum í samfélaginu og líðan og það er allavega 20-25 ár síðan að íslensk skólakerfi í raun og veru fór markvisst að leita björgum í svona málum sem virka og þú manst nú kannski eftir aldamótin þegar að Olveus var allsráðandi og skólar tóku upp svona Olveusar áætlanir og svona þannig að og flestir skólar eru með eineltis áætlanir, þeir eru með viðbragðsferla og það í sjálfu sér ekkert sem bendir til þess að meira sé einelti á Íslandi heldur en í svona svipuðum löndum, við yfirleitt mælstum aðeins neðar en Noregur í tíðni eineltis. En það sem að því gær ég vil láta tala skólamál eins og þau voru að gera í gær. Já. Þetta má ekki vera of línulegt og þetta má ekki vera of snirtilegt. Já. Þetta er flókin vefnaður og þú togar ekkert í spotta á einum stað og getur aðgreint hann frá hinum. Og þú þið töluðu alltaf svona veikindi kennara, kulnun og þetta álag, þetta starf væri erfitt og eineltismálum verið þung og það fyndust ekki lausnir. Og kannski ef við leitum að staðnum þar sem að þessir þræðir skerast allir þá er það í því að það verður dálítið hættulegt ástand til þar sem að þú upplifir bjargarleysi gagnvart því sem að þú ert að glíma við. Já. Og erfið samskipta eða eineltismál þau leysast ekki svo greitt. Nei. Það ástæða fyrir því til dæmis í viðskiptaheiminum að það þarf bara mjög oft að segja fólki upp sem er ekkert auðvelt innan einhverja grunnskóla. Nei, og við erum ekki mikið að tala það. Við vitum líka að félagsvísindastofnun mældi það. Það er meira einelti í íslenskum fyrirtækjum heldur en í íslenskum skólum. Já. Og eru þó krakkarnir að læra samskipti og eru ófullkomnar samskiptaverur. Einelti í íslenskum fyrirtækjum er að meðaltali 20%. Já. Og 17,1% hafa upplifað einelti bara síðustu 6 mánuði. Þannig að og skóli ætti ef allt væri eðlilegt í samfélagi þá ætti samskipta árekstrar og vandamál að vera meiri þar vegna þess að þar erum við að reyna að þjálfa krakka í að mæta mótlæti og áskorunum án þess þó að særa. Og við höfum farið í gegn svona bylgjur þar sem að við vöknum til meðvitundar, áttum okkur á því við höfum bara mist fólk, við höfum hort upp á fólk og opnað sig á fullorðinsaldur eins og Stefán Karl á sínum tíma sem bara lýsaði hvað þetta hafði ofboðsleg eyðileggjandi áhrif og ég get bara fullir það við hafandi verið inn í þessu kerfi með litlum hléum nánast alla mína ævi að þegar kemur að þessum málum þá er staðan ekki nærri því að grimm og ljót hún var þegar ég var að byrja í skóla. Nei.
Við höfðum sumir og svo heppnir að búa kannski litlum samfélögum, samrýmdum, það sem að systkiniðin og þú varst einhvern veginn tengdur öllum sem voru með þér í skóla. En ef þú varst í svona þéttbýli skóla upp úr 80-90, þá var það var ástæða fyrir því að við fórum að stað með eineltisáætlanir á Ölfus. Það var einfaldlega svo að staðan var grimm og hún var ljót og börnum þá datt ekki í hug að ræða þetta heima. Nei. Eða við foreldra sína, eða við kennara, eða aðra fullorðna. Við fórum við fórum í aðgerðir, við náðum þessu niður, við vorum á fínum stað svona fyrstu 5, 6, 7 árin eftir aldamót, þá mældust við bara ótrúlega vel. En svo verður þetta að vera uppleið og að einhverju leyti vegna sem við höfum kannski aðeins sofnað á verðinum og haldið þetta væri komið eins og með bara úlingadrykkjun og reykingarnar sem einhvern veginn við náðum góðum tökum á og svo fórum við að slaka á og einhverju leyti getum við þá gefið í og bætt eitthvað. En að sömu leyti kannski kemur þetta einhverju leyti til á því að það fleiri börn sem að glíma við flóknari félagslegan og tilfinningarlegan veruleika heldur en áður og það oft í kringum þau börn, þau eru líklegust til að vera annarkvort gerendur eða þolendur í svona málum. Og þá þurfum við nýja bjargir og það er kannski þær bjargir sem að við þurfum að fá MMS í lið með okkur við að búa til og síðan gera aðgengilegar fyrir skóla víðsvegar landi eins og því ræddu líka á að gott litla skóla sem að hafa fáar bjargir og þurfa að styrka einhverju stærra og meira. Ég spurði þeirra rögrandi spurningar hvort það væri kannski bara best að senda grunnskólana aftur heim til ríkisins. Já, þeir fóru náttúrulega frá ríkinu af því að við vorum elta Svía sem voru elta Bandaríkjamenn, þetta var bara tískan og og bak við þetta var rétt hjá Þórdísi, þetta er svona ákveðin samkeppnissjónamið og en ég meina þá skulum við bara skoða það sem ríkið þeir á sinni könnu. Finnst þér heilbrigðiskerfið vera á góðum stað? Nei, en það sem er verst við heilbrigðiskerfið er að stundum er bætt við fé en maður sér ekki endilega úrbæturnar og mér hefur fundist umræðan grunnskólana svolítið mikið snúist peninga en það er ekki endilega það verður ekki endilega alltaf brjálæðislegar bragarbætur þótt að komi peningar. Nei, sammála því og í svona mínum bergmálshelli það sem skólafólk að við tölum minnst peninga. Það er aðri meiri því. Það er aðri meiri því. Já, við erum að tala skólamál, við erum að tala þær áskoranir sem við stöndum frammi fyrir núna og að því leyti þú þekkir, þú sagðir í gæra þegar í gamla daga það var þannig að gáðasta fólki var að kenna í skólunum og svo var og ef þið leitist í skóla þá var það blaðamenn. Það var dálítið þannig, þetta var svona þetta var fólk sem fannst dálítið til sín, hafði jafnvel hlaðið sig upp að menningarlegu auðmagni í einhverjum svona skólum sem höfðu nafn og komist í gegnum þá. Gjarnan þannig við svona hálfítlanleik, vegna þess að það þótti dálítið fínna heldur en að hafa verið auðtaminn, því að þá fórstu bara að vinna hjá sýslumanninum. Það er reyndar ágætt að þú dreigir blaðamenn inn í þessu jöfnu líka. Já, vegna þess að blaðamenn og kennarar við gegnum því lykilhlutverki að vera glugginn sem að nýjar einstaklingar horfa á heiminn í gegnum. Við erum leiðira að því sem satt rétt, fagurt og gott og báðar þessar stéttir hafa glímt við nákvæmlega sömu áskoranir og það þýðir ekkert að horfa tilbaka bara í einhverjum rósuðum bjarma og sakna þess þegar blaðmenn voru kúl og kennarar voru gáfumenn. Það bara, þú getur tekið kennara frá 1970 og hann mun ekki eiga séns í starfið í dag. Það er bara þannig að við erum núna fyrst að hreinsa út af þingi alla þessa þingmenn sem tók að sér að vera leiðbeinendur í 2-3 ára áður en þeir fóru á meiku eða einhvers staðar annars staðar. Það litu ekki allir á það sem einhvern starfsvettvang til framtíðar en það var líka fullt af fólki og þú ávarpaðir það og mér finnst það fallegt þarna í lokin þegar þú sagðir að þú værir að byrja upp á nýtt. Þá er þetta starf sem að þú bara sérð tilgang í að þú myndir vilja sinna. Já, og jafnvel þótt ég sé komin á minn aldur þá er ég að velta þig fyrir mér á ég að fara í þetta. Já, skelltu þér í þetta en þetta verður ekki auðvelt en blaðamennskan heldur ekki auðvelt ef þú ætlar að gera hana vel. En hún getur verið alveg skítauðvelt ef þú ert bara að copy-pasta eða eitthvað en við stöndum fram fyrir sömu áskorunum núna gagnvart unga fólkinu. Það er ástæða fyrir því að þetta viðtal verður aldrei birt á prenti. Það er sent út á ljósvakanum. Það er ástæða fyrir því
að við þurfum að verulegar áhyggjur af því hvernig ungt fólk sækir sér þekkingu sína á upplýsingar og hvar. Krakkar í dag líta ekki á mig eða þig sem einhverja fyrirmyndir í því hvernig þú aflaðir áreiðanlegar upplýsinga heiminn. Og þeir treysta ekki kennslubók, þeir líta á kennslubækuna sem fornminjar sko, og bókasöfn og þau líta svo á í alvöru og fyrir ári þetta bara verið í grín en í dag þetta í alvöru að þeir líta svo á einhver stærsti fjársjóður þekkingarstöð af aðgangað sér TikTok. Því að þar getur þú raun og veru farið og lært hvernig á að spila píanó eða elda lasagna eða þú getur líka fengið einhverja vitlaus og þau gera sér bara fyrir þeim er það bara ásættanlega fórnarkostnaður að þau þurfa að róta dálítið í ruslinu til að finna demantana en demantanir í ruslahaugnum en ekki inn á safni þú mátt alltaf ekki snerta þá þannig að við erum bara í þessari stöðu að þetta að kennarastéttin hún núna fyrst og fremst að hugsa það hvernig undirbýr það sem við erum að gera núna í skólunum börnin fyrir lífið eftir 25 ár þegar verður nánast orðið útilokað að gera greinarmun og lygi og sannleika og hvað það verðmætasta sem hver fær í veganesti og stundum þá verða árekstrar eða erfileikar í því að halda til haga því sem mestu skiptir og við hendum barnin út með baðvatninu vegna þess að við höfum og það eitt stærsta vandamál kennara eru of þröng hugmynd fagmennskuna sem síðan lyft upp af svona íhaldssömu úrtölufólki sem einblínir á tiltölulega fá afmarkaða þætti. Þú sagði til dæmis í gæra þegar þú fluttir til Reykjavíkur þá þurfum vilja geta fletti upp hvar var í skóla með hæstu einkunnir. Af hverju ættir að vilja senda barnið þitt í svoleiðis skóla? Viltu heiðalegt svar? Hugsaði aðeins fyrst. Við fórum held ég í sama framhaldsskólan fyrir norðan. Emma. Hefðið þú viljað senda barnið þannig að það var í örugglega myndi bara umgangast þá sem voru samnemyndið þínir sem voru með hæstu einkunnirnar? Nei. Af hverju ekki? Já, einsleitni svo sem aldrei góð en maður vill líka einhverja svona maður vill hafa gæða gólf. Þú verri manneskja heldur en einhver sem útskrifaðist með hærra stúdentspróf en þú? Vitaskuld ekki. Það sjálfsögðu ekki og það alveg eins með þetta að nánast allur árangursmunur á íslenskum börnum skýrist af félagslegum bakgrunnsbreytum. Já. Það snýst það að ákveðnum hlutum haldið að sumum börnum en öðrum ekki. Þau mælast, það hægt að mæla þetta. Það ekki eins mikil áhersla lögð á það að mæla hjartagæsku eða sköpunargáfu eða þessa þætti sem á endanum kannski ráða meira það hvað verður úr þér heldur en lestrarhraðin. En við reynum alltaf að smætta flóknar hluti niður í auðmælda einingar að hluta til meðvitað og hluta til ómeðvitað og þeir sem gera þetta meðvitað þeir eru stundum hreinlega bara að reyna að breyta einhverju eins og menntun í samkeppnissport þar sem þú þarft að hafa einhvern mælanlegan kvarða helst sem einfaldastan til að geta sannað og standiði vel en hættan við þetta og þetta reynsla flestra þjóða sem hafa ratað of langt inn á þennan veg að hættan við þetta svo að þú sveltir menntakerfið og námskráin þrengist og þú farir að gera hluti sem eru jafnvel í andstöðu við hvað heldur þú að mörg lesblind börn á Íslandi séu gerð fráhverf bókum með stöður í kröfu heimalestur og mælingar. Engin önnur leið? Jú, það fullt af öðrum leiðum. Og ekki verið að brúka þér? Stundum, ég gerði það ekki sem fóreldri, ég á lesblindan son og ég féll rakleitt í þessa grefju. Minn sonur skildi ekki fá heimalestur ekki sinnt. Ég skil. Ég var búin að kenna einast í 20 ári, ég féll samt í þessa gildru. En varðandi valið á grunnskóla og þetta sem þú nefndir áðan, þetta reyndar þú komst svolítið við mig með því sem þú sagðir og þetta var gott hjá þér og þetta fínt maður maður sogast kannski inn í einhvern svona samanburðar markaðsheim og þyrfti að skoða málin betur en ég man að svo maður fari aftur til þessa augnabliks þegar ég flyttur á Akureyri eftir 25 ára dvöl þar fyrir 3 árum að það var ekki bara árangursmælingar og það var góðu kennarar það var líðan barnsins
Ég get alveg upplýst það að ég á eitt barn sem var lagt í einelti og foreldri sem hefur átt barn í grunnskóla sem lagt í einelti, það náttúrulega markast af því allar götur síðan og maður í rauninni svona kannski eins og hvernig á ég orða það aðstandandi alkohólista að maður svona alltaf að skima, maður alltaf býnur smeykur, hræddur sko og hérna og af því við hófum þetta spjall á umræðum einelti mætti kannski væri gott ef við vissum í hvaða skólum grasserar meira einelti en í öðrum skólum eiga börnin rétt að því, eiga foreldrarnir rétt að því að hve miklu leyti eigum við að horfa á þetta með þeim augum sem að þú varst í rauninni að koma inn á? Já, sko við söfnum ég veit ekki neitt skóla sem ekki safnar kerfisbundið gögnum þetta hvað sem að það skólapúls en þau ekki opinber? Nei, en ef þau væri opinber þá get ég eiginlega bara að lofa þér af því að við vitum að mannfólkið eru flóknar skepnur og góðar í að sópa undir teppi og það hægt að gera ýmislegt ef við ætlum að mæla einelti að með einhverjum einföldum leiðum eða eitthvað þá ýmislegt hægt að gera til þess í raun og veru að dansa fyrir mælana sem að tekur ekki á grunnvandanum og í raun og veru íti bara til horn og sko það sko við megum aldrei lenda í því að skólar fari til dæmis að sko því að þetta getur líka snúið í hinn áttina að skólar vilji ekki kenna ákveðnum börnum eða vilji ekki og við tölum sko að foreldrar upplifi pressu til að barnið skipti bara skóla það ein leið til að losna við einelti á skólanum sem algjörlega siðlaus og algjörlega sko að engu leyti gagnleg en vandamáli leysist við það að einhvern veginn að ýta þessu til hliðar sko ef þú ferð að kenna núna og ég skora á þig og er í fullu fjöri og hefur margt að gefa veldur þá krefjandi og erfiðan skóla þar sem svona hluti mælast jafnvel hátt þar sem að til staðar vandamál krefjandi vandamál, ég skil vel að maður vil ekki henda börnunum sínum inn í svoleiðis aðstæður en við erum með sko og það kerfi sem náttúrulega kannski lengst gengið í þessa átt þetta sem að Karin kallar accountability að þú sett krafin ábyrgð að sko þetta hefur leitt af sér algjörar ófreskjur það sem verið að kalla á lögregluna til að handtaka kannski niður í 10 ára gömul börn í frímínútum fyrir að skvetta safa á bekkjarsystkinin eða börn sem á einhvern hátt draga úr árangri skólans á einhverjum svona mælum, einhverjum svona mælaborði að til dæmis börn sem áttu að með lestur í mörgum fylkjum að þau voru tekin úr skapandi greinum og þar sem þau voru jafnvel að blómstra og sett í auka lestraræfingar og enduðu bara sem hólar manneskjur það er ennþá heimilt að beita líkamlegum refsingum á börn í bandarískum skólum og það er gert og það er alltaf gert þannig að fullorðna manneskjan finnst að barnið verðskuldi það sem er verið að gerast það sem er að gera þetta eru mikið til ákveðin fylki og það kemur engum óvart ef við myndum skoða hvaða fylki það eru og börn sem eru líklega til að vera beitt líkamlegri hörku í bandarískum skólum eru í mjög miklu leyti börn sem glíma við fatlanir sem ekki er verið að mæta eina raunverulega leiðin til að skólinn sé staður þar sem að börn blómstra er að menn hafi það að markmiði og að menn leggja á sig það sem þarf til að skapa þá menning og þann staðblæ og íslensk samfélag er ekki þannig samfélag íslensk atvinnulíf er ekki þannig samfélag íslenski fjölmiðlar eru ekki þannig samfélag íslenski samfélagsmiðlar eru ekki þannig samfélag og íslenski skólar eru því miður ekki þannig samfélag en nú stendur yfir hugmyndafræðileg togstreita innan OECD vegna þess að ríkin sem standa sér best á PISA-prófunum og eru bara dálítið svona ánægð með sig þau horfa í spegil og segja við erum samt ekkert góð í því að mæta stærstu áskorun nútímans
við erum ekki góð í því að leysa umhverfisvandann, við erum ekki góð í því að varðveita umræðumenninguna, við erum ekki góð og þau halda því bara fram fullum fetum að samfélag, að skólakerfið og sérstaklega eins og það mælt af PISA og eins og það rekið í flestum löndum og líka á Íslandi fyrst og fremst skólakerfi sem að undirbýr einstaklinga fyrir þáttöku í atvinnulífi. Það bara mannauðsmenntun sem að skólakerfið Svo fékkstu svona menn eins og Gylfa Þ og svona sem að töldu sko að það þyrfti alltaf að vera ber á tertunni og sko þannig að við fáum ljóðinn og tónlistina svona með í svona sem krem en tilgangur menntunar mannauðsmenntun og þessi ríki sem standa sér best sem að hafa verið í verkefnum og í rannsóknum á þessu þau segja mannauðsmenntun hefur gengið sér til húðar. Hún hefur brugðist. Hún hefur skilað okkur samfélagi núna á vel liðið á þessa öld. Samfélagi sem virðist vera fullkomlega ófært að leysa sín stærstu vandamál. Samfélagi sem virðist rækta vanlíðan, reiði, gremju og tortryggni og tæta sig sundur í staðinn fyrir að mynda sterka heild. Og þau eru farin að horfa þessi fylki og UNESCO til dæmis styður þau í því að segja að við þurfum bara að róttæka stefnubreitingu í menntun og gera blómstrun að markmiði menntunar. Að þjálfa upp og við eigum frábæran fræðimann á þessu sviði, Kristján Kristjánsson, heimspeking sem í Bretlandi, Birmingham. Hann einn af fremstu sérfræðingum heims á þessu svið og hefur verið að vinna með OECD að þessu að í raun og veru hver ætti að vera markmið menntunar og þar eru hlutir sem að við könnumst við allt þetta fólk sem hefur svona fengið sæmilega klassíska menntun það ekkert sem kemur okkur óvart þetta mannvitt, siðvitt og það sem mér finnst alltaf flott hjá Kristjáni og aðrir hafa skrifað undir áhrifum af honum meðal annars og fleirum og þetta Aristótelesi að eitt af því sem við erum ekki að veita fólki í dag og erum ekki að leggja áherslu á það að geta fallið í stafi yfir fegurð heimsins. Undrið. Þegar þú rærið út á Mývatn til að sækja þér silung á rúgbrauðið sem að býður heima þá bara einhver þráður að titra í sálinni sem að ekkert víst að nokkuð tíman hafi markvisst verið leikið á í þinni skólagöngu eða á þínum atvinnuferli og það algjör vitleysa að ætla að bíða eftir einhverjum fyllingu þroskans með því að fara átt að sjá að maður átt að vera að spila annan lag allan tíman en OECD íhaldsamt og OECD dálítið eins og NATO að því leyti að ein þjóð getur beitt neitunarvaldi á stefnubreitingu og menntastefnu OECD og hún birtist á hverjum tíma í PISA og þjóðir sem við myndum segja væri svona Argentína, svona þjóðir sem telja að aðrar þjóðir hafi fengið efnahagslegt forskot með bara gömlum aðferðum þetta eiginlega nákvæmlega eins og með olíuna og þá orkugjafa, þetta sömu rök þau segja við erum bara ekki tilbúin að leggja mannauðs tilgangin á hliðina í menntakerfum heimsins vegna þess að við eigum ennþá eftir að ná miklu meira út úr mannauðnum okkar og þá spurningi hvað gerist það sem fyrir að gerast að OECD fyrir að sprauta svona inn minni verkfærum og könnunum eins og sköpunargáfu könnunni og sem það hafa verið að gera á síðustu árum og svo heldur bara áfram að safnast upp þrýstingur innan þess apparats hvert skuli stefna en hvert þetta leiðir okkur veit ég ekki en ég veit hafandi þá reynslu sem ég hef bæði af skólakerfinu og að búa í íslensku samfélagi með öll sín tækifæri, alla sína fegurð og öll sín tækifæri til að lifa lífi sem virkilega þessi virði þessi lifað þá veit ég að þetta hárrétt hjá Kristjáni og þeim sem tala að tilgangur menntunar eigi miklu meira mæli að vera blómstrun mannsins frekar en undirbúningu fyrir að verða tannhjól í stóri vél. Nú, þú ert væntanlega kunnugur þessari umræðu að áherslu á dygðir sé ekki mikil ég held að námskrá ger ekki beint ráð fyrir mikilli
umræðu dygðir innan skólakerfisins, það ekki? Ekki námskráin, það ekki námskráin sem þarf við að sakast. Námskráin þvert á móti frekar framsækin að þessu leyti, því að námskráin, og nú ég aðeins örlítið að endurtaka það sem ég talaði hérna við Gunnar Smára, en bara ég skal gera það stutt. Það eru eiginlega margir sem hafa ekki séð það viðtal. Já, þá, einmitt. Og fyrir þau ég hafa gott að undirstrika það að námskráin sem nú gildir í íslensku skólum að stærstum hluta tilskrifuð í ráðherratíð Þorgerðar Katrínar. Í tiltölulega mikilli sátt. Það hafði verið mjög erfitt kennaraverkfall 2004 og það fossblæddi úr stéttinni í kjölfarið og það var svona menn voru með meiri alvöru í því hvernig þau töluðu menntamál þar og eftir því að menn áttu þess á því að geti brugðið til beggja vona. Við gætum alveg lent í stórkostlegu vandræðum með bara mannastörf og það síðan raungerðist. Katrín Jakobsdóttir tekur við þessari námskrá og allir hérna, þú vilt ekki vera menntamálaráðherrann sem að þitt fyrsta og stærsta verk að birta námskrá sem einhver annar ráðherra samti. Þannig að Katrín fer í það að búa til það sem kallað grunnþættir menntunar sem voru svona sérhefti sem fylgdu námskráni sem tóku með hann svo sjálfbærni og lýðræði og sköpun og nú skildum við ekki bara fara eftir námskráni, heldur skildum við líka alltaf þegar við færum eftir námskráni fara eftir þessum apókrýfaritum sem að þarna fylgdu með sem pólitísk arfleið Katrínar Jakobsdóttur þegar kemur að þessu. Illugi Gunnarsson kemur síðan inn og hún líst nú ekkit vel á allt sem þarna í þessum bókum, til dæmis ekki síðuna í bókinu sjálfbærni sem sagði að það væri betra fyrir umhverfið að laga götóta buxur en það væri betra fyrir hérna efnahagslífið að kaupa nýjar. Þannig að Illugi tók í ráðuneytinu þá ákvörðun að skólar skyldu ekki meta það sem kallað lykilhæfni sem að einhver leyti þessi siðferðilega grundvallarhæfni sem manneskja þarf að hafa til að bera í öllu sem hún tekur sér fyrir hendur. Hún skrifuð inn í námskrána, lykilhæfni. Það á að leggja áherslu á lykilhæfni. Illugi bannaði hreinlega að það væri sett á útskriftarskírteini nemenda og sagði þið eruð ekki að fara að meta þetta með ABCD. Hver voru rök hans fyrir því? Það kemur ekki í skólanum við hvernig manneskja nemandinn Það hann sennilega á villigötum. Auðvitað hann á villigötum. Það sem framhaldsskólinn þarf að fá að vita hvað hann kann mikið í algebru. Og Illugi kemur auðvitað inn, búinn að vera með aðila eins og viðskiptaráð á koddanum, að hvísla í eyrað á honum og segja, nú skaltu ekki hlusta á kennara, bara passa á því, þeir eru eitrið epli, kennarar hugsa ekki neitt nema sjálfa sig, kennarar mæti í skólan og þeir vilja allt snúist þá, kjarasamningar stýra öllu og þeir snúast alltaf hagsmuni kennaran en ekki nemendana, þessi gömlu rullur og Illugi fór inn alveg staðráðinn í að fylgja þessu eftir og hann ætlaði bara að ná stórkostlegum árangri og það ekki nóg með það að hann tók lykilhæfnin út, heldur tók hann líka námskránna og þrengdi hana niður í hvítbók, pínu lítið rit með töfra lausnin á því hvernig við ætluðum að ná hér stórkostlegum árangri í lestri árið 2018. Hann reið héruð með forstjóra Menntamálastofnunar og hitti sveitarstjórnarfólk og tók með sér Ingó Veðugvud og allir kvittuð upp á að við myndum bara gera þetta sem að Menntamálastofnun myndi hjálpa þeim að gera. Að þá hér allt í sóma 2018. 2018 voru við langt frá markmiðunum okkar en allir skólar á Íslandi höfðu farið nákvæmlega eftir öllu sem þeim var fyrirlagt. Þeir höfðu notað hraðaprófin og þeir höfðu algjörlega fyllt öllu þeir höfðu fyllt ráðleggingum og ákvörðunum Illuga eftir í einu og öllu. 2018 sagði Illugi einfaldlega góðir hluti gerast hægt, við munum sjá stórkostlega bætingu 2022 og þá fengum við hrunið. Honum verður að sjálfsögðu ekki kennt það sem hefur gerst á þessum tíma einfaldlega það að málheimur íslenskra ungmenna og málheimur skólakerfisins og þar á meðal matstækjana sem eru notuð eins og PISA-prófana, þessi tveir heimar hafa hliðrast. Þeir liggja ekki lengur hvor ofan á öðrum, heldur eru byrjaðir að gliðna í sundur. Það stóra áhyggjuefnið og það verður aldrei lagað öðruvísi en svo að börnin í raun og veru rísi upp og eigni sér þennan heim með tungumálinu og öllu saman. Og ég upplifi það sem kennari og tel mér svona vera sæmilega næman á tíðarandan hjá ungu fólki
að ég upplifi dálítið að við séum að sjá fyrstu skrefin í þá átt að það sé að snúast við að ungt fólk farið að hafa skoðanir á skólum, þau eru jafnvel að hafa vettvang eins og hér til að ræða það, þau þora að gagnrýna og það að geta gagnrýnt skólan sinn frábært fyrsta skref til þess að horfa gagnrýnið á samfélagið sitt, en þau þurfa líka að fá tækifæri til að hafa áhrif og valdeflast, hafa meira námsitt að segja. Ungi tónlistamenn eru farnir að syngja aftur á íslensku sem þau voru hættir að gera. Það eru konið áhrifavaldar sem að gera gúrkusalat á íslensku á TikTok. Þannig að mér finnst pínulítið eins og unga kynslóðin sé afturbyrjuð að ættleiða íslenskuna og svona pínulítið horfa á okkur sem að vorkunnaraugum. Við erum fólkið einhvern veginn sem lokaðist af inn í einhverju eins og allir gera með, þú veist, farið tilbaka nákvæmlega 100 ár og til Húsavíkur og farið á bókasafnið á Húsavík og reyndu að fá lána tassan apabróður af Benedikti á Auðnum og svo skaltu forða þér þegar hann langar til að kasta bókin í hausinn á þér þess að hann hafði háleitari hugmyndir það á hverju íslenskur ungdómur ætti að næra sig heldur en tassan apabróður. En þau eru svolítið umkomulaus, þau hafa áhyggjur af börnin, af framtíðinni, þessari línulega þróun virðist lokið að kynslóður koma og hafði alltaf betra og betra heldur en næsta kynslóða undan. Þú aðeins komið inn á umhverfismálin, þarf ekki að hafa mörg orðum þá vá alla, störfunum að fækka, gervigreindin tekur sennilega slattaða djópum sem við áður nýttum mannauðinn í sem voru búin að mennta með sérstökum aðferðum sem kannski bitnaði einhverju leyti á mennskunni og geskunni og inntakinu og samhenginu og tilfinningunum og gleðinni að vera til. En ég held að það maður veit ekki alveg hvað eru skólarnir, hvað samfélagið, hvað eru heimilin, hvað tíðarandinn. Tekur ekki undir þetta því ég veit að þú ert búin að kenna lengi. Eru þau ekki ívið umkomulausari núna heldur en stundum áður? Blessuð börnin okkar. Já og nei. Þau hafa kannski einhver leyti stærri ástæðu til að hafa áhyggjur heldur en oft áður og upplifa sér þessari stöðu sem ég var að tala áðan sem þetta lærða bjargarleysi. Það ef þú ert ung manneskja á Íslandi í dag þá engin leið til að eignast húsnæði. Það engin framtíð og við vitum ekkert. En við erum með einhverja frétt í dag frá húsnæðis- og mannvirkjastofnun sem að segir að þú þurfir að hafa 1,2 eða 3 milljónir í mánaðartekjur til að ráða við greiðslubyrði lána. Svo sjá þau umhverfisvandann og það sem svíður þar ekki síst og Greta Thunberg var svo frábæri að draga fram. Það munurinn á orðum og athöfnum. Það það sem við kennum í skólum, það sem við tölum í fréttatímum og stjórnmálamenn segja og síðan þetta fullkomna athafna og aðgerðaleysi sem einhvern veginn þau upplifa. Kafkaíst og nánast. Þannig að þau hafa ástæðu, það tilvistarkreppa í heiminum í dag. En Viktor Frank lýsti eins tilvistarkreppu þegar hann var að byrja geðlækningar í Austurríki á sínum tíma. Stúdentar fyrir ekkert mjög mörgum áratugum og þú ert forréttindamaður að þið leita þú náður að upplifa þegar að kjarnorku þegar kjarnorkan átti í raun og veru að höggva allar undirstöður undan orkuöflunarmódelinu í heiminum og nú eruðum við að nýta tíman sem við hefðum til að byggja allar stærstu virkjanir heims bara helst virkja hverja einustu sprænu og soga eins mikið út úr þessum auðlindum svo hægt væri áður en að þetta allt úrelt og gagslaust og þú veist hvernig því var mætt fyrir norðan, því var mætt með dínamíti og þú veist að stúdentar þeir hertóku sendiráð og þeir tóku og lögðu undir sér menntamálaráðuneytið og menn hefðu nú ekki litlar áhyggjur á ástandi heimsins 1968 þegar Sovétmenn ryðjast inn í sjálfstæð lönd og þannig að einhverju leyti á þess að vilja gera lítið úr vanda ungmenna í dag að þá hefur vandinn ítrekkað verið mikill að vera ungmenni í heiminum og maður hefur oft lent í því að alast upp á tíma
þar sem að hver einasti þráður af erfðaefninu gargar á það að þetta ekki framtíðin sem ég vil og þetta ekki heimurinn sem ég vil búa í. Það sem ungt fólk vantar í dag einhver leið til útrásar, einhver leið til að upplifa að þú geti gert eitthvað í þessu. Því að leið og það kemur og þú upplifir og þú eitthvað vald til að hafa áhrif á straum niður tímans, að þá getur allavega haldið uppteknu við það. Það breytir kannski ekki stóru myndin og kannski verða allir á endanum foreldrakynslóð sín og hugsjónamennin sem ætla að búa í kommunum allir konum með bústað í Grímsnesinu og bylti ekki gleyfi börnin sín og það kann að vera að þetta endi allt þannig. En sko, ungt fólk ekki gæludýr, þetta ekki kjöldurakkar, þetta eru hugsandi vitsmunaverur sem hafa vitsmunalega þarfir og ekki stóran vettvang til þess að láta þess að þarfi sína reyna og það sem mér hefur fundist til dæmis að það búið að sko einhver leyti snúa lýðræðin á haus með því að ungu fólki kennt á lýðræði með því að það situr í alls konar ungmennaráðum og það jafningjafræðsla og svona, en að mörgu leyti snúa svoleiðis hlutir og nú ég örugglega stuð einhverja, mér alveg sama að temja bara og búa til svona þæga þá þetta að segja bara við hlustuðum á ykkur, við bara nú verið að seinka skóladeginum hjá öllum nemendum og úlingastíð í Reykjavík og ég hef aldrei séð jafn andlýðræðislegt ferli eins og það var og sem var hannað samt til að líta út fyrir að úlingarnir hefðu haft eitthvað með að segja en þeir gerðu það ekkert, þá voru stjórnmálar sem ákveðu þetta. Ákvörðun Akureyrarbæjar að banna snjallsíma í skólum það sem að ungmennar í yfirgnæfandi meirihluta studdu ekki þá ákvörðun valtaði yfir þá og láti sem að það hefur verið hlusta á þá. Já. Þannig að þeir þá ungt fólk í dag vantar ástæðu til meiri bjartsýni og einhverju leyti getum við auki bjartsýni og ánægja ungmenna með þessu sem við töluðum áðan sem þú upplifir þegar þú situr út á vatni með því að spila ákveðna strengi sem eru sveltir og í sálinni og hafa þörf fyrir að vera að spila þá og gera þau bara sáttari við Guð og menn og tilvistina að einhverju leyti gerum við þetta með því að vera með að þau finni að sér raunverulega vera að taka á málum sem til dæmis gerist ekki þegar þú ert í eineltismáli og þú endar einhvern veginn alltaf á sama stað aftur en líka hvað varðar umhverfisvána og stór og erfið mál og svo líka í því að ungt fólk á og má og þarf að vera dálítið óþægt og lesa ekki bara bækurnar sem Benedikt á Auðnum vill að þú lesir, heldur líka ruslið sem hann heldur að eyðileggja þér heilan en á endanum þá þarf líka rockið með symfóníunum. Já, sjálfsögðu, jafnvel punk. Já, og bara helst punk og búkslátt. Já, þú ert með mjög heimspekilega og mannlega nálgun á skólastarf og það frábært. Það mjög mikilvægt að við fáum þessi sjónarmið fram, finnst mér, sem foreldri og blaðamaður í útrýmingarhættu eins og kannski karlkennarar ég veit það ekki en sko eitt af því sem við rættum í gær það var álagið og það var kulnunin og þú rétt komst inn á það, minni mig á þann en kennarastarfið hreinlega of erfitt til þess að nokkur sál geti sinnt í miðað við þær aðstæður sem nú eru uppi og þá ég að vísa til þess að ein áskorun í skólastarfi hlýtur að vera að í stað einsleitni áður komin miklu meiri fjölbreytileiki og ýmislegt í þeim dúr. Kennarastarfið brjálæðislega erfitt. Þetta ofboðslega erfitt starf ef þú ætlar að sinna því vel. En eins og þú sagði sjálfur í gær að því meira erfiði sem þú leggur á þig, því meira uppskerðu. Og það það sem að ef allt í lagi sem að gerir það verkum að það fullkomlega óhætt og æskilegt og bara eiginlega nauðsynlegt að gera þetta ævistarfi ef maður getur. Það sem að þú nefndir áðan og ég ætla bara að
aðeins að spinna við þann þráð. Foreldrahlutverkið of erfitt? Við erum öll í þeirri stöðu með okkar börn og það vaxandi hópur í okkar samfélagi sem getur ekki hugsað sér þetta hlutverk, foreldrahlutverkið. Sumpart út af siðferðislegri ábyrgð gagnvart framtíðinni. Já, og tengist öllu sem vorum að ræða á það, en líka þessu að við vitum það að þú kemst líklega ekki í gegnum foreldrahlutverkið öðruvísi en þannig að upplifa á einhverjum tímapunkti aðstæður eða framvindu sem að reynir gríðarlega á þig og barnið þitt og barnið þín og jáfnvel alla fjölskylduna og veldur því að lífið þitt verður bara, getur orðið afskaplega þungt og erfitt og en það alltaf þess virði. Já. Og það alveg eins með kennarastarfið. Við erum að vinna með ungt fólk. Við erum að vinna með fólk sem það sem við gerum í kennarastarfinu getur haft áhrif á það hvernig hvaða litir verða málaðir í lífi þess einstaklings það sem eftir heldur betur og það erfitt og það þarf að vera erfitt en kulnun, við erum að tala um kulnun, þá vitum við það að hún landlæg í öllum starfstéttum sem lúta að samskiptum við fólk og í mörgum tilfellum stafar hún af því að þeir ferlar eða þau úrræði eða þau faglegu viðmið sem hafa verið sett hvernig sinna skuli starfinu á endanum ekki uppbyggileg eða hjálpleg. Það gefst ekki tími til að tækla sömu mál eins og á að gera. Það jafnvel ekki stuðlað að því samstarfi á milli aðila sem að þarf. Kerfur jafnvel sett upp þannig að það eru viljandi settir upp biðlistar þar sem að þú getur verið með barn í fanginu og þú ert búin að fara kannski í gegnum þá stöðu að þú ert með nemanda fyrir fram að þig sem að með alvarlega sjálfsvígshugsanir, brotið bakland og heimili, hefur kosið þig sem manneskjuna sem hann trúi fyrir þessu og leið og þú fyrir að reyna að hreyfa málinu færðu að vita að það sem býður barnsins 2 ára biðlisti einhver staðar. Eða mögulega einhver fyrstu viðbrögð sem aðeins neggri en síðan 2 ára biðlisti. Og það skapar mikinn þunga í skólastarfi að hafa enga lausnir fyrir börn sem þurfa svo sárlega á lausnum að halda. En við erum bara því miður orðið alltaf þannig samfélag að við höfum kælt hjörtu okkar og nú erum við bara komið á þann stað að stór hluti þjóðarna virðist ekki eins og depla auga þó senda eigi úr landi langveikt barn bara á næstu dögum sem bara situr núna í einhver staðar í horni og býður þessi skelfingu að vera sett upp í flugvél út í óvissuna. Þetta ekki sér talað þjóðamorðið í Palestínu. Já, og við verðum einhvern veginn búa í heimi þar sem að í nafni skynsemi eða róttækra skynsemishyggju að það þykir í lagi að slökkva bara hreinlega á siðferðiskendinni. Og ef þú upplifir að það sem að þér ætlað að umbera ekki hægt að umbera, þá myndast togstreita í sálarlífinu sem erfitt getur reynst að leysa úr. Eitt svona veraldlegt atriði, hún Þórdís ræddi könnunarpróf sem verða reglulega lögð fyrir nemendur frá með næsta skólaári og þá fáum við kannski einhver svör við spurningum sem við höfum ekki fengið svör við, ég veit það ekki en er þetta eitthvað sem breytir miklu? Við vitum alveg hvað svör við fáum og í einhverju tilfellum verður þetta þannig að skólar muni þá einfaldlega að fara að dansa við mælin. Já, þú heykur það?
Já, þetta meira lögmál heldur en framboð og eftirspurn og það meira orsakatengst þarna heldur en á milli stýrivaxta og verðbólgu. Það bara það algjörlega pottþétt að þegar búið að gefa skólum sem eru stöðugt undir árásum, jafnvel svona heimskulegum árásum eins og frá viðskiptaráði í sumar sem bara tók, þeir lásu ekki eins og það sem voru að gagnrýna og voru svo bara að leiðrétta sig fram eftir öllu sumri, þeir svona lásu eitt og annað. Það var rosa herferð. Já, enduðu svo því einhvern veginn að klappa sér á baki og telja þeir hafa haft, þetta var bara einhver bjánalegasta upplöp sem ég hef séð og sýndi bara. Þeir þurftu mokkan til þess að. Já, mokkin líka, já, en sko, förum ekki þangað, því við erum að tala mikilvægari mál heldur en viðskiptaráð á mokkan. Þetta mál sem á einhverja framtíð. Okay. Að ef þú gefur skólum sem sitja undir stöðugum loftárásum tækifæri til þess að losna við loftárásinnar, ef þau sýna fram á að nemendurnir geti X, Y og Y, þá munur nemendurnir geta X, Y og Y. Það ekkert flóknara en það. Og ef þeir geti ekki X, Y og Y, þá verður bara gert eins og var gert í sumum sveitarfélögum hérna á Íslandi fyrir ekkert svo löngu síðan, að það vill svo til að daginn sem að prófið tekið, þá akkurat verið að baka köku niður í skólaeldhúsi og þessi nemandi, þeir eru boðnir velkomnir í það partí og þeir með bara sleppa prófinu. Og svo allt í einu fyrir landið að rísa og nemandinn bara virðist allt í einu kunna rosa vel X, Y og Y. En hvað græðum við á því? Hvað græðum við á því? Það sko, þessi próf voru allan tíman hugsuð þannig að kennarar og OECD hefur bent okkur á þetta og sagt það sem vantar í íslensk skólakerfi að segjum að komi fram eitthvað nýtt, bara ný hugmyndafræði það hvernig ég kenna börnum með ólíkan tungumálabakgrunn í íslensku. Okay. Segjum bara að komi app. Þá vantar það í íslensk menntakerfi að þetta sé bara prófað, það sé bara búin til tilraun og nemendur noti appið og skólar hafa engan hag af öðru en því að komast að hvort appið virkar. Þeir eru ekki að selja appið, þeir eru ekki að vinna fyrir þá sem framleiða appið, þeir vilja bara vita hvort það virkar. Þá vantar til mælitæki og verkfæri sem hægt að beita á fjölbreyttar útfærslur og skólastarfi til þess að sjá hvað virkar og hvað ekki. Og það var það sem átti að smíða. Hlut af þessum verkfærum sem yrði þarna í verkfærakistunni áttu jafnvel að vera mjög sérhæfð og snúast jafnvel bara arabískmælandi börn eða börn sem koma frá stríðsvæðum eða gat verið hvað sem er. En önnur áttu að vera almenn sem áttu bara að vera svona eðlilegar skimanir. Og þegar kennara væru farnir að nota þessi verkfæri í jöfnum höndum til að sjá hvað skilar árangri, hvað ekki, þeir prófa aðra hluti, þeir eru vanir í kennslunni, þeir spreyta uppröðin í stofunni, þeir kynjaskipta, þeir aldursblanda, að með þessu hætti getur búið til lifandi samfélag sem byggi við þau forréttindi að hafa stofnun við bakið á sér sem sérfræðingar í mælingum, sérfræðingum í að meta árangur á skólastarfi sem að reyti fram það sem kennarinn á ekki þurfa að spinna á staðnum. Þetta var hugmyndafræðin á bakvið matsferilinn og þessi nýtt hlutverk MMS. Nú hættan auðvitað svo að þetta verði aldrei að neinu, heldur verði þetta bara örfá tæki sem mæla bara hvað nemandi les hratt eða hvað hann góður í að túlka ljóð eða hvað hann góður í einhverju mjög svona sérhæfðu sviði og svo verður bara MMS svelt þannig að það búi ekki til neitt meira vegna þess að sú saga jafn gömul skólakerfinu að þegar almenningsfræðslu komið á Íslandi á sín tíma þá missir Guðmundur Finnbogason sem eiginlega páfi íslenska menntakerfisins ótrúlega framsýtt skólamaður hann missti starfið við háskólan vegna þess að Jón Þorláksson sem þá var ekki orðin umsvifamikill stjórnmálamaður en var orðin stór kall í samfélaginu þeir höfðu bara grundvallar ágreiningu það hvað kæmi skólanum við. Hvað ár var þetta? Þetta sko bara fyrir 100 árum pluss. Þetta bara þegar verið að koma hér upp menntakerfi. Þá segir Guðmundur Finnbogason strax tilgangur skóla að göfga mannin. Tilgangur skóla að barn sem að býr niður í bótinni í kofa kynnist samt Da Vinci eða Strauss á meðan að Jón Þorláksson segir nei, barnið þarf að geta reiknað og það þarf að geta lesið til að geta gert skýrslur fyrir fyrirtæki sem það fyrir að vinna hjá
og við eigum ekki að vera að sletta okkur fram í uppeldisatriði foreldra heldur láta okkur það nægja. Báðir hafa rétt fyrir sér að einhverju marki. Já, nema annar hefur miklu meira rétt fyrir sér og það Guðmundur Finnbogason. Einmitt. Því að það kemur samfélaginu við hvort að, sko, þó það væri ekki annað en það og það upphafspunkturinn og hann svo mikilvægur þó það sé ekki annað en það að barnið þitt þessi 10 ár sem það neitt til að vera í skóla Já. tilheyri sæmilega vinsamlegu samfélagi á meðan. Já. Þá verða skólar að hafa það að markmiði að draga fram það besta í mannssálinni frekar heldur en að breyta þér í einhvern mannlegan reiknistokk vegna þess að nú á tíminn gervigreindar. Ef við ætlum að halda áfram að þjálfa fólki í því að gera hluti sem gervigreindi gerir betur, hraðar og ódýrar þá erum við að dæma næstu kynslóð til einhverjar svívirðilegustu eyðimerkurgöngu sem að við höfum séð og við höfum aldrei séð í sögu íslenska lýðveldisins og varla það og við skulum ekki gleyma því að stöðnunar samfélag geta staðnað og þau geta mist í raun og veru fótana og það að gerast í Suður Kóreu, það búið að gerast í Japan það að gerast allan heim að lönd sem að jafnvel eru með háar einkunnir á prófum og standa sig vel í PISA að framtíðar möguleikar þessar ríkja eru að hrynja. Suður Kóreu hefur alltaf staðið sig vel í PISA, alveg á toppnum þar en eitt af því sem að Kristján, einn af nemyndum hans, ég held að vera doktorsnemi, athugaði að þegar þú lyftir upp húddinu í Suður Kóreska skólakerfinu þá blasir við þessu brjálæðislega ofbeldismenning og hryllingur sem útskýrir sjónvarpsefnið sem það ekki skrítið að þeir séu á þeirri leið sem þeir eru. Já. En hvað með Japan? Japan bara stöðnunarsamfélag, það sama þar. Í Japan og Japan ætti að vera varnaðarorð fyrir okkur það þegar að því áðan tölum við kennarann sem upplifir hans í bjargarlaus og get ekki gert neitt og fer jafnvel og brennur út þegar ung manneskja lendir í þessu hún upplifir ekki, hún hafi ekki hlutverk eða tilgang í samfélaginu og í Japan ofboðsleg krafa á mannauðsmenntunina og þú verður að koma þér inn í fyrirtæki og gera þar gagn og fara þar inn í valda píramítan og vinna þig hægt og rólega upp hann og það allt saman að það stór hópur af japansku nemyndum sem í áratugi hafa sprungið á limminu og gefist upp og þeir fara ekki á mokka og gerast skáld og búa til nýja hillu því að japanska samfélagið ekkert mikið fyrir nýjar hillur það samfélag sem formfast utan það að vera samfélag sem hannað utan fyrirtækjarekstur og ákveðan svona samfélagsgerð og nú að finnast í Japan að deyja fólk á tíræðisaldri og þegar farið inn að kíkja á íbúðina þá finnur 60 karlmann í einu herbygginu sem búin að búa þar alltaf því að þegar hann var 18 ára það gafst hann upp og hann lifir á heimsendum mat og spila tölvuleiki og les teiknimyndasögur og ef við ætlum ekki að láta það vera veruleika stærri hóps en þegar orðið og það því miður að vera til svona hópur á Íslandi að það sé einhvern veginn bara leið í lífun að gefast upp gagnvart í ungir kallmenn þetta að gerast vegna þess að samfélagið okkar að greina sig stöðugt skýrar í ólíka hópa þeirra sem hafa og hafa ekki og ef skömm þeirra á þeim sjálfum fer á alverstu brautir þá stutt í ofbeldið og þeir verði samfélagi sínu hættulegir og þeim sjálfum hættulegir þannig að það varla kjaftur inn á Litlahrauni sem ekki gekk í gegnum skólakerfið með miklum áföllum og erfiðleikum og náðist ekki að grípa hugmyndir okkar sæmd, árangur, tilgang þær maður sá það í gær þegar tekjublaðið kom út og það voru allir að skoða hvað þessi hefði tekjur og manngildin voru mæld í mánaðar og árstekjum það eru degi eins og í gær sem maður skilur hvað okkur hefur borið mikið að leið sjálfur hef ég notið þess að stundum hef ég búið við góðkjör ég átt rosalega flott einbýlishús fyrir norðan og verið í fínum álnum
hamingjustigið ekkert meira, að vera ríkur innan í sér eða eiga peninga er sáralítil fylgni á milli. Við vitum að við þurfum að eiga nóg, en sko þessi umræða og þessi viðmið, það er eflaust mjög mikið við okkur fjölmiðla að sakast, ég vænti þess, en sem sagt sko skilaboðin sem við gefum krakkum í skólanum, ungu fólki á hverjum degi, þau eru náttúrulega þannig að það er ekki skrítið að þau fái svona snert af Japans veikinni, að ef þau ekki meiki það einhvern veginn veraldlega og verði eins og fyrirmyndir þeirra á samfélagsmiðlunum, þá séu þau bara lúserar. Ungir kallmenn hafa alltaf átt færibandsleið inn í íslenskt samfélag. Já. Við erum samfélag sem fyrir örfáum árum, þegar ég satt í þjóðhagsráði, fékk ég gögn, og það er ekki langt síðan, að hvergi voru iðnaðarmenn betur launaðir heldur en á Íslandi. Þeir voru hópur sem hafði mjög sterka efnahagslega stöðu. Strákarnir sem voru óþægir í skólanum og hættu í 8., 9. og 10. bekk, þeir fóru inn á bryggju og þeir fengu vinnu. Þetta hefur verið samfélag sem að í áratugum saman hefur verið öryggisnet fyrir unga karla og hefur þá kannski hjálpað mönnum, svona óþægu akademikonunum sem urðu síðan blaðamenn, það hefur hjálpað þeim dálítið að vera svona hugrækir að vita að það beið vinna. Þó var ekki hálauna vinna, þá beið vinna. Þú áttir öryggisnet og þú hafðir þar að leiðandi nægt tækifæri til að eiga plan B ef plan A bilaði. Og auðvitað auðgaði þetta samfélag okkar stórkostlega að mörgu leyti, vegna þess að þarna fáum við nýsköpunina, þarna fáum við góðu skáldin okkar, þarna fáum við, þetta er fólki sem bjargar íslenskunni frá því að deyja bara á þeim tíma og endurskapar hana sem tungumál sem hægt var að nota til að tjá það sem fólk var að hugsa á þessum tíma. Og þannig að karlar hafa alltaf haft þetta svona færiband. Nú er það ekki lengur til staðar því að við búum í alþjóðlegu umhverfi og 16 ára strákar sem mæta illa í skólan, þeir gangi ekki fyrir í vinnu frá bara rútufyllum sem koma erlendis frá af miklu hæfara, duglegara og öflugra verkafólki heldur en þeim. Þannig að við erum búin að loka fyrir þá smugu og þá erum við í þeirri stöðu að tímabundið mögulega þurfa þá ungmenn að finna nýja leið og sérstaklega ungi kallmenn. Þeir eru þetta barma sér mikið og sjá ekki að systur þeirra og frængur og mæður jafnvel, þær eru búin að vera að gera þetta í áratugi. Þær bjuggu í öllum þessum sjávarþorpum þar sem að hægt og rólega, þær áttu þess því að þær áttu enga framtíð. Þær fluttu burtu frá þessum plássum, fóru á mölina og byrjuðu að mennta sig og fóru að reyna að leita einhverja leiða. En íslenskt samfélag, alveg frá tíma Jóns Þorlákssonar, er þannig að það er bara mjög margir í þessu samfélagi sem líta svo á að ef hægt er að græða peninga án menntunar, þá er menntun kannski ekki eitthvað sem þú vilt leggja mikla áherslu á. Og þessar konur hafa reynt það á eigin skinni að leiðin til þess að móta sína framtíð á Íslandi í gegnum menntun, hún er vörðu stórgrýti. Samanber það hvernig þessar stéttir eru sko þessi nánast sko sjúklegi áhugi Morgunblaðsins á menntamálum innan gæsalappa, því að þetta var engin menntamál umræða. Það er síðan sjúklegi áhugi Morgunblaðsins á þessum tíma helgaðist að auðvitað einhver leita því að það var ekkert ljóst hvort að skólarnir myndu byrja yfirleitt vegna þess að það eru búin að lausa kjarasamningar allra kennarastétta. Og það er ennþá í tísku hjá sumum fjölmiðlum í nánast sko sitt gæsalappir, en það er nánast í tísku að beita fjölmiðlum til að berja á fólki til þess að það fari ekki að tylla sér mikið upp á tærnar og skuli bara átta sig á því að það skuli bara vera ánægt með það sem það hafi, því að það sé ömurlegt og ómögulegt og ótækt. Og það er í tísku gagnvart menntakerfinu og svo endurtekur sig sama umræðan á 5 til 8 ára fresti og fólk uppgötur allt upp á nýtt því það er búið að gleyma öllu. Og sko stóra PISA-prófið sem við föllum alltaf á er hvað PISA-umræðan er grunn og hvað hún er einsleit og hvað hún er árangurslítil. En þess að við erum í sannleika sagt
bara alls ekki nógu vel menntuð þjóð. Alveg frá grunnskóla en upp í gegnum allt tréverkið og sem kannski sést best á þessu sem átt að heita skólamála umfjöllun í sumar en var bara lítið duldar árásir ákveðin að afla sem að eru að reyna að tryggja einhverja stöðu, einhverju áróðustrið við kennara af öllu fólki. Já, það líka eru peningar þarna úti, það er eftir peningum að slægjast með tilfærslum frá kerfum að þú getur fært frá hennu opinbera yfir í engarekstur og ætli það sé nú ekki líka einhver hluti af þessu erindi. Þetta er alslem. Þetta er alslem. Ragnar, það er búið að vera mjög áhugavert að spjalla við þig og það sem er svo skemmtilegt við starfið mitt er að stundum verða viðtöl eins og þetta þau fara á allt aðra brautir en maður sá fyrr og það búið að vera mjög gaman að hlusta á þig og fræðast með þér. En hvert er þitt Mývatn? Af því að þú dróst svona minn töfra heim þar sem ég næ að slaka á og fegurðina sem ég sé í íslenskri náttúru og heimaslóðunum. Hvar átt þú þér þitt Mývatn? Ég er svo heppinn að vera Akureyringur sem flutti á Suðurnes þegar ég var á viðkvæðum aldri. Já. Var 11 ára. Já. Þegar fjölskyldan tekur sig upp í leita betri vinnu, ástand á Akureyri. Já. Og ég ætlaði ekki með. Ég var búin að ákveða það og lét vita að ég færi bara heim til ömmu og afa og ég var harðsvíraður svona Akureyrar hrókagikkur 11 ára gamall. Okay. Ég flyt á Flatneskjuna á Suðurnesjum og mér finnst börnin tala eins og viðrinni og veit ekki neitt og áttaði mig á því að þegar ég fyrir síðan aftur tilbaka í menntaskólan fyrir norðan að þessi reynsla hafði gert það að verkum að ég fór mjög fljótt að finna að sjóndeildarhringur minn, þessi andlegi sjóndeildarhringur minn hann hafði stækkað við Flatneskjuna og hann var minni ofan í firði með Vaðlaheiðina sem hindrun og ég átti ömmu á Akureyri sem að vann á sambýli með fötluðum og hún hélt að mér bæði myndlist og því að ég umgengist fatlað fólk og á fatlaðan frænda ofvita fyrir norðan sem að er eina af mínu stærstu fyrirmyndum. Allt þetta hefur leitt til þess að ég veit að í menntaskólanum og víðar að maður öfunda alltaf pínulítið þessa þingeyinga sem voru svo yfirmáta stoltir á sínum hól og og þekktu alla fugla og voru svona í raun og veru geymdu ennþá svona pínu neista af gamla kaupfélagsandanum sem var samt augljóslega pínulítið svona daufur og þeir fannst þeir ekki alveg standa undir öllu. En ég er svo heppinn að þessi reynsla hafa ekki bara alist upp á einum bletti. Hefur gert það að verkum að ég er alveg afskaplega hrifnæmur og við tölum á hvað starfið mitt var erfitt. Það gerist í hverju einustu viku að ég fell í stafi yfir snildinni sem að á sér stað í hausnum á ungu fólki þegar að fæ tækifæri til að eiga spjall eins og við erum búin að eiga. Og þú nærð einhvern veginn að fara úr skipta þessum sjónarhorn á hlutina og leyfa bara sköpunarmættinum og hugsunni að flæða og mitt Mývatn er á gólfinu í kennslustofunni og fylgi með hvers sem ég fer og ég get heimsótt mörgu sinnum í viku en aldrei eins. Þvílík lokaorð, ekki segja neitt meira. Kæra þakki fyrir komuna. Takk fyrir mig. Já, og þáttunni verður þá ekki lengri hjá okkur í kvöld en hér verður endurtekið efni sýnt nú þegar við förum úr loftinu þetta ágæta kvöld. Ég vil einnig nota tækifærið og minna á vikuskammtinn á morgun sem verður í beinni útsendingu klukkan 16. Þar koma skemmtilegir gestir og ræða fréttir vikunar og tíðaranda og sitt hvað fleira skemmtilegt. Og helgarspjallið hjá Gunnari Smára verður á sínum stað á laugardagsmorgun. Ekki missa því. Verið sæl. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30
Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.